Í dag leggjum við áherslu á 2 vörulínur. Báðar hafa þann möguleika á að vera sérstaklega sterkar þar sem þær innihalda báðar fæberþræði. Annars vegar fæbergel í krukku sem gert til þess að styrkja og lengja lengri neglur og annars vegar fæbergel í glasi sem fyrir náttúrulegu nöglina til þess að styrkja hana. Ég heiti Lísa og við erum Magnetic. Við ætlum að byrja á því að gera fibercoat. Fibercoat styrkingu á náttúrulegu nöglina. Þarna hægt að styrkja náttúrulegu nöglina og lengja hana örlítið, aðeins meira en með til dæmis rubber base. Byrjum á því að undirbúa náttúrulegu nöglina og setja softbond. Byrjum softbond á náttúrulegu nöglina í þunnu lagi. Við ætlum að nota fibercoat cool cover. Byrjum að gera grunn umferð á nöglina. Nuttum því svolítið vel inn í náttúrulega nöglina. Þetta eitthvað sem við gerum alltaf og mikilvægt að gera í hvert skipti sem við gerum neglur. Það að gera grunn umferð. Svo byggjum við upp nöglina örlítið meira. Notum dropan okkar til þess að senda í sundumferðin okkar. Látum hann dansa alveg fram að lausrönd. Þurrkum klístrið. Passum að þurrka klístrið vel. Notum svo flower pencil til þess að teikna þunna hvíta línu með linergeli. Byrjum á því að gera hana þunna og jafna. Svo notum við Silk's Choice pensilinn til þess að gera hornin á broslínunni og draga það yfir. Pössum að eyrun á frensinu séu jafn há, báðum megin, til þess að forðast að frensin verði skakkt. Síðan lokum við nöglinni með glans að eigin vali. Ótrúlega falleg og einföld lokaútkoma. Þetta bara klassík. Við sjáum þessa nögl æ oftar. Hægt að gera ýmislegt skemmtilegt með fibercoat, fylgjumst með og sjáum hvað kemur næst. Undirbúum náttúrulega nöglina fyrir ásendingu og setjum grunn umferð af fibercoat pink á nöglina. Skulum ekki herða þessa umferð. Setjum svo örlítið litla bollu af fibercoat white á lausuröndina. Og færum það mjúklega inn á naglplötuna. Pössum að þetta sé bara mjög stutt og þægileg. Notum Silk's Choice pensilinn fyrir þessa aðferð. Síðan byggjum við yfir nöglina með Frosted Pink. Frosted Pink liturinn í þessari vörulínu ótrúlega fallegur. Hann sérstaklega fallegur og hendar mjög vel í náttúrulega neglur. Draugum hann alveg fram lausuröndina og yfir það sem við vorum að gera áðan, en pössum að gera ekki bollu yfir þannig að það sé of þykkt. Notum blushpensilinn til þess að laga hliðarnar og setjum svo glans að eigin vali. Auðvitað hægt að buffa yfir eða pússa nöglina ef þörf krefur, en það óþarfi, þá bara skellum við glans yfir hana. Sjáið þessa fallegu, náttúrulegu, svo ofur náttúrulegu nögl. Fibercoat vörurnar dámsamlega vörur og hægt að gera ýmislegt skemmtilegt með þeim. Kíkjum aðeins á smá auglýsingu.
Næsta vara sem við kynnum eru fæbergelin. Fæbergelin eru örlítið sterkari og er því hægt að byggja aðeins lengri neglur sem eru sterkar. En auðvitað geta við unnið saman fæberkót og fæbergel. Kíkjum á þetta. Byrjum á því að undirbúa náttúrulega og setja softbond. Búið er að gera lengingu á nöglina með fæberkót Clear. Berum þunnt lag af fæberkót á nöglina og nuttum því svolítið inn í náttúrulega nöglina. Setjum fæbergel Ivory úr krukkunni á lausuröndina og byggjum hana örlítið upp og passum að draga þetta út alla lenginguna. Við viljum hafa svolítið þykkt þarna í þessu og við blöndum þetta upp með pensla einu vali. Gott er að nota Titler 3 eða Blush pensel. Svo byggjum við upp nöglina með Blush Classy og gerum álagspöndin þarna. Passum að hann sé á réttum stað og draugum þetta yfir lenginguna. Einnig getum við notað mjóan pensil til þess að draga þetta fram yfir skilin og blanda þetta vel út. Síðan lokum við náttúrulegu nöglunni með glans að eigin vali. Þetta er ótrúlega falleg útkoma og þarna erum við að blanda nokkrum gelum saman. Í þessu mánuði er 20% afsláttur af öllum fæbergelunum, bæði af fæberkót og fæber í krukku. Einnig er hægt að kíkja á heimasíðuna okkar fyrir allar upplýsingar og til þess að sjá framhald á næstu námskeiðum. Á síðasta ári þá framleiddum við auka gel í fæbergel sem að passa fullkomlega inn í blösslínuna okkar. Byrjum á því að undirbúa náttúrulega nöglina með rubber base. Við ætlum að nota Blush Ivory og setja þetta inn í Shape Its Top. Leggjum gelið inn í Shape Its Topin. Við erum að fara að gera Hybrid Baby Boomer. Leggjum toppin á lenginguna, gerum hálfa nöglina og herðum skilin með ljósinu, Shape and Cure og fjarlægjum svo toppin. Þarna erum við búin að gera einfalda og þægilega lengingu með ævörugilinu, þannig að þurrkum við klístrið og þjölum lenginguna til. Við pössum alltaf að Shape and Cure ljósið er ekki nóg til þess að fullherða nöglina, þannig að við þurfum að klára að herða inn í ljósinu. Við notum Shaper-bitann til þess að fjarlægja skilin sem að verða á, eftir Shaper-toppin og til þess að móta nöglina undir lausuröndinni. Notum Hygienic Bufferinn, Smooth Operator, nýju flottu bufferinn okkar og buffum nöglina til og setjum svo glans af eigin vali á nöglina. Súper einföld og þægileg Hybrid Baby Boomer nögl. Við elskum öll fæbergelin, hvort sem við viljum stuttar, langar, með eða án gellits. Fæbergelin eru kjörin gel í allar tegundir nagla. Fæbergelin eru fullkomin til þess að nota á naglastofunni hvort sem þú vilt gera stuttar eða langar neglur. Ef þú vilt gera stuttar neglur með fæbergeli í krukkunni, þá skaltu endilega fylgjast með næstu sýningarkennslu.
Byrjum á því að undirbúa náttúrulegu nöglina og setja softbond á nöglina. Notum Frosted Pink litin og gerum þunna grunnumferð á náttúrulegu nöglina og nuttum því örlítið inn í náttúrulegu nöglina. Þetta herðum við svo í 30 sekúndur og byggjum svo upp nöglina með sama lit og gott er að nota óval gelpensil í þetta. Þannig að byggjum við nöglina og pössum það að álaspunkturinn okkar sé á réttum stað og látum gelið dansa fram nöglina. Látum það dansa alveg fram yfir lausröndina. Drögum það til og pössum að það sé slétt og mjúkt til þess að þurfa að þjala sem minnst. Klárum þetta. Síðan þurrkum við klístrið og þjölum ef þarf, annars bara beint í glans að eigin vali. Fullkomin nögl. Stutt nögl, fullkomin og mjög sterk. Í þessu mánuði er 20% afsláttur af öllum fæbergelunum okkar, bæði í krukku og í glasi. Endilega kíktu á heimasíðuna okkar ef þú hefur einhverjar frekari spurningar eða vilt vita eitthvað meira. Einnig ef þú vilt skoða eitthvað öll námskeiðin sem eru framundan, grunnnámskeið eða framhaldsnámskeið, þá getur þú séð það á heimasíðunni okkar. Annars vil ég bara þakka ykkur fyrir að hafa verið með mér hérna í dag og vona að ég sjá ykkur sem flest í næsta þætti þegar við kíkjum á glansana okkar. Við erum Magnetic, en þú?